Samuel, velkomin og gleðilegan hvíldardag. Já, við lesum oft glæpi og alls konar svona hluti í fréttunum og oft þetta leiðindar sögur og fólk fyrir að hugsa of mikið út í þetta og hversu mikið af þessu þá fer fólk að vera oft bara leitt og daburt yfir ástandi heimsins. En ég ætla aðeins að pæla fyrir við í henni í morgun. Ég ætla að nefna nokkar sögur það sem að þykir klókustu glæpir sem að gerðir hafa verið, hvort það sé nokkuð hægt hvort maður gæti nokkuð lært eitthvað af svoleiðis hlutum. En það vildi þannig til, þá ég ekki að meina að læra glæpið, já, við komum staði af hverju ættum að læra því. Í Þýskalandi árið 2009 þá var framinn stór demanta-þjófnaður og að virði 5 milljón evra, sem meira en þið munið nokkuð tímann sjá í ykkar lífstíð nema þið séu rosalega rík eða í stórt fyrirtæki eða eitthvað, en þeir fengu 5 milljónar evra úr þessu ráni. Og þegar lögreglan fór að líta á þetta, þá fundu þeir bara einn hanska. Og af hanskanum fengu þeir svona einhver DNA-sýni og síðan þegar þeir fóru að renna því í gegnum tölvuna hver þetta væri og hvort það væri lífsýni fyrir þessu, þá fengu þeir að það passaði við 2 einstaklinga. Svo þeir kölluðu inn báða einstaklingana og fóru að yfirheyra þá, en þá voru þetta eineggja tvíburar. Og það sem að sýnið gat passa við báða og ekki gastu ákært báða fyrir glæp og fyrir utan það að þetta var ekki nóg til þess að negla þá niður, þá stuppu þessi menn alveg stikk frí og þýfið fannst aldrei. Svona getur verið gott að vera eineggja tvíburar. En það ég segi svona. En það var einn frægasti svona myndverka þjófnaður átti sér stað í Boston 1990, þeir kannski kannist við þetta, á Garner-safninu. En það vildi þannig til eitt kvöldi þegar öryggisvörðurinn var á næturvakt að það komu lögregluþjónar og þeir þóttust hafa fengið símtal hávaða og þeir báðu að hleypa sér inn og jú, hann hleypti þeim inn en áttu að vera hjá einhverju borði og síðan sýndu hann reyndar þeir voru með handtökuskipun upp á nafni hans og báðu að færa sér frá borðinu og hann sá lögregluna og labbaði burtu frá borðinu. Heyrðu, þá bara tóku þeir hann á járnuðan og báðu hann að kalla á hinn öryggisvörðinn og hann kallaði á hinn öryggisvörðinn og þeir járnuðu hann líka. Þá gat enginn ýtt á neyðarhnapp. Svo þeir fóru, söfnuðu nokkrum málverkum og fóru. Og tóku ekki nema 13 málverk sem voru þó $300 milljón virði. Ég var með þess að kíkja á þetta heimasíðu safnsins í morgun og ef þið vitið eitthvað þessi málverk þá getið þið fengið alltaf $5 milljónir í fundavélinni. En þetta voru svona Rembrandt málverk og alls konar sem var tekið þessa nóttina og selt og aldrei fundist. Þótti þetta að vera rosalega vel útfært rán. Ég veit ekki hvort ég að halda áfram lengur, gefa ykkur hugmyndir. 2008 þá voru 4 menn sem fóru rétt fyrir lokun inn í gimsteinabúðu eða svona skartgripaverslun í Frakklandi, í París. Og þeir voru svona, hún heitir Harry Winston og þeir voru rosalega sjarmerandi. Þeir voru reyndar klæddu sig sem þrír þeirra klæddu sig sem konur og einn sem kall og þeir komu bara rétt fyrir lokunina og sjarmöruðu þessu inn og síðan þeir komu inn þá voru þeir bara með byssu og handsprengju og á 15 mínútum þá hreinsuðu þeir í burtu hluti og fóru í burtu og enginn hefur fundið þá síðan. Þetta tóku 105 milljón evra talið verðmæti af gimsteinum og hluti af einhverju sem að þessi sömu menn þeir telja hafi verið að fremja á 20 mismunandi stöðum yfir langan tíma í Evrópu. En aldrei fannst til þeirra. Þeir voru greinilega mjög áhugasamir þetta og plönuðu vel og skipulögðu og lögðu allan sinn dugnað og það sem þeir höfðu í að skipuleggja þetta. Ég ætla bara að nefna 1 í viðbót, eða kannski 2. Það árið 1955 þá náði ákveðin maður sem heit Tucker gylltum krossi, 22 karata gullkross með svona grænum emeröldum á skipsflaki sem heit San Pedro sem fórst 1594 og það var talið að þetta væri ómetanlegu kross
og hann seldi hennan kross eða gaf, ég veit ekki hvernig það virkaði, til ríkisstjórnar Bermúda og þau áttu hennan kross. Síðan vildi þannig til að Bretlandsdrottning ætlaði að koma í heimsókn til Bermúdaeyja svo þeir ákveða að hafa sýningu og setja krossin upp 1975. Síðan var bara krossin pakkað niður og hann var fluttur og síðan átti að halda sýninguna og þá komist menn að því að krossin sem átti að sýna var ekki þessi Tucker kross, heldur var þetta bara mjög ódýr eftirlíking úr plasti sem var búið að setja hana. Svo þessi kross hvarf í flutningunum algjörlega, það var ekki að segja að það hafi sér getað metandi fjárs og hefur ekki spurst til hann síðar og enginn almennilega vitað hvað gerðist. Svona þetta og ég fari ekki einu svona að nefna ótöldum glæpum bankamanna allan heim sem að geta stólið milljörðum og sleppa með það á kostnað annara. En við erum kannski ekki komin til þess að ræða glæpasögur. En Jesús sagði dæmisögu klókan en mjög óheiðarlegan ráðsmann sem að rændi frá meistara sínum og lektsjuna sem að má læra af því. Skulum aðeins lúta höfðið saman í bæn. Kærleiki Faðir á himnum, við biðjum þig að opna fyrir okkur orð þitt hér í dag þegar við lesum það og skoðum það, að við getum tekið það í lektsju fyrir líf okkar hér í dag. Orð þitt geti verið lifandi og tala til okkar. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Ef þið flettið upp á Lúkasarguðspjall 16. kafla, þar sjáum við dæmisögu sem ekki farið í lektsjunni. Við erum að fara í gennum Lúkasarguðspjall í lektsjunni núna þannig ársfjórðung, en ekki þessa dæmisögu, þannig að það er alltaf að bera þetta upp hér. En þessi dæmisaga er hinn rangláta ráðsmann. Skulum bara lesa aðeins dæmisöguna og sjá hvað það hefur að segja í Lúkas 16. Þar segir í fyrsta versi: En sagði hann við lærisveina sína: Maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var sá sakaður við hann það að hann sóaði eignum hans. Hann kallaði hann fyrir sig og sagði við hann: Hvað þetta sem ég heyri þig? Gjör reikningsskil ráðsmennsku þinnar, því að þú getur ekki verið ráðsmaður lengur. Svo ráðsmaðurinn sem að sér fjármálin að kaupa inn og annað slíkt er sakaður að fara illa með fé ríkamannsins. Ráðsmaðurinn er rekinn þegar upp kemur spillingun hans, en hann er beðinn að gera upp reikningsskil áður en hann fer. Bara aðeins svona, kannski að gefa smá bakgrunn hvar þessi saga passar inn í. Það segir í upphafi texta þess að hann sé að tala við lærisveina sína, en það sést þegar þú fer að lesa á eftir dæmisögunar, það koma svona saman að hann er ekki að tala bara til Jóhannesar og Andrésar og Péturs, heldur hann að tala til fleiri lærisveina, því að það meira þess að faríseastaddir þarna sem að hlusta á. Og sérstaklega tekið fram að í versi 14 þegar hann búinn að segja söguna að það hefði farísea að hlusta þar á sem að væru fékarnir og þeir eru raun og verið gert gys af Jesú Krist fyrir söguna. Þannig hann er nýbúinn að vera að tala í 15. kafla týnda sauðin og týndu drömkuna og týndu senina, og síðan fer hann beint yfir í þessar að dæmisögur. Og þessar dæmisaga það koma tvær sagan óréttláta eða rangláta ráðsmanninn og síðan ríkimaðurinn og Lasarus sem að fjalla líka fjármál, eins og svo mikið og áhrif þeirra á mannin sem að svo margar dæmisögur og ræður Krist. Bara svona svo við aðeins sjáum þetta þegar við ræðum ráðsmennsku og annað slíkt. Biblían gengur út frá því að Guð sé almáttugur og raunverulegur eigandi alls og við séum ráðsmenn hans, við erum ráðsmenn jarðarinnar, pening okkar og alls sem við höfum að láni frá honum og að fara með eins best og við getum. Og á sama tíma þá vitum við ofta að það er talað að í fyrsta Tímóteusarbréfi að rót allsins ilsa sé fégirnd. Og óheiðarleikinn drífur mann til þess að gera slæma og oft síðan bara enn verri hluti, sem er nauðsyn þess að fara vel með það sem við höfum hér og nú og að þjóna Guð og gera hreint fyrir okkar dyrum frammi fyrir honum þegar kemur okkar ráðsmennsku.
En eftir að hafa fengið þetta boð frá meistara sínum, þá segir í versi 3, ráðsmaðurinn sagði þá við sjálfan sig, hvað á ég að gjöra, fyrst að húsbóndi minn sviptir mig ráðsmennskunni? Ekki orka ég að krafa og skömm þykir mér að betla. Nú sé ég hvað ég gjöri til þess að menn taki við mér í hús sín þegar ég verð svipstur ráðsmennsku minni. Fyrsta hugsun hans sig auðvitað, ekki reikningsskilin og að gera upp málin rétt, að hann hafi framið eitthvað rangt, heldur hvernig get ég reddað mér út úr þessu? Reddar hann sig með svo ég verði í góðu málum eftir að missa vinnuna. Þá fær hann svona, get ekki unnið verklega vinnu eða betlað ef upp kemur mig og stoltur til þess, svo hann ákveður, eins og við sjáum, að skaða í raun og veru meistari sinn meir til þess að redda sér, til þess að koma sér í náðina hjá öðrum. Hugsar ástand sitt og hvert óheiðleikin hefði tekið hann og missi lifibrauð sitt en ekki færa það til þess að hugsa hvað hann gerði. Ég held að sé svona típískt hvernig óheiðleikin fer með mann á endanum. Leiðir í vanda og græðgin leiðir til meiri græðgi og annað slíkt. Og ef menn venja sér óheiðarleika frá unga aldri, þá slær svona lagað oft ekkert á samvisku fólks. Syndin nær að gera mann svo fullkomlega sjálfsréttlátan að það valla neitt sem maður getur gert sem að geti slegið mann til þess að segja bíddu við á ég að gera eitthvað hér. Þannig að þá sjáum við hvað hann síðan gerir þegar upp kemur hann og hann beðinn að gera reikningsskil. Hvað gerir hann þá? Heyrðu, vers 5. Hann kallar nú á skuldunauta húsbónda síns, hver og einn. Við þann fyrsta sagði hann, hve mikið skuldar húsbónda mínum? Hann svaraði, 100 kvartil viðsmjörs. Hann mælti þá við hann, heyrðu, taktu skuldabréfið þitt og setið niður og skrifa sem skjótast bara 50. Síðan sagði við annan, hvað skuldar þú? Hann svaraði, já, ég skulda 100 tunnur hveitis. Og hann sagði honum, heyrðu, taktu skuldabréfið og skrifa skuldi bara 80. Og fyrir allt þetta gengur bara nokkuð vel hjá honum, finnst honum. Allir skuldararnir sem að skulda þessum meistari eitthvað, hann kannski landeigandi og þeir eru að borga reglulega af landinu eða eitthvað svoleiðis, og hann segir, heyrðu, mingi bara aðeins skuldina og mundu síðan eftir mér til þess að koma þér í náðina hjá þeim. Svona aðeins svona, ég klóra þér á bakinu vinur og segi þegar ég er í vanda þá gerir þú þið sama, er það ekki? 100 kvartil, þetta skiptir kannski ekki öllu máli, þetta bara dæmisaga, en við erum að tala tonn af olíu, fleiri tonn af ólífuolíu, sem náttúrulega mikils virði og að klippa það niður í helminga náttúrulega algjörlega bara klippa lánin hjá einhverjum til þess að redda honum. Ekki það við höfum heyrt neitt svoleiðis í samfélaginu okkar. En hann sagði, gerðu það einmitt sem skjótast áður en að tíminn líður. Og meistarinn, og síðan eru hveitið álíka, þetta eru einhver tonn og tunnur af hveitum, alveg rosa mikið. Meistarinn bað reikningsskil, en ráðsmaðurinn fer og ruglar í bankareikningunum til þess að redda sér. Og hann fer í raun og veru bara braska, að stela í raun og veru frá yfirmanni sínum til þess að koma sér vel fyrir í framtíðinni. Ég minna og ég að lesa hérna úr Lúkasarguðspjalli sem 2000 ára gamalt, en þá þar þetta hljómi mjög nútímalegt og passi við okkar tíma í dag. En þetta það sem að hann gerir. Og hvað kemur síðan í baka í honum? Hvert verður svar meistarans? Lesi vers 8. Húsbóndinn eða meistarinn, hann hrósaði rangláta ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega, því að börn þessa heims eru kænni í skiptum við sína kynslóð en börn ljóssins. Og fyrir alla þessa kænsku, óheiðarleika og stuld, hvað segir Jesú? Meistarinn hrósaði honum fyrir kænsku. Takk eftir því. Jesú segir ekki ég hrósa honum fyrir kænsku, heldur hann bara að segja dæmisögu og þetta það. Og leksían hennar eiginlega af þessu öllu saman sjáið þið, menn þessa heims eigast við að meiri kænsku en börn ljóssins. Menn þessa heims eigast við að mun meiri kænsku en börn ljóssins. Bæði skuldunauturinn og ráðsmaðurinn svindluðu, þetta var svona win-win aðstæða fyrir þá, en algjörlega
tap fyrir eigandan. Og Jesú náttúrulega tekur fram og hann kallar hann hér einmitt rangláta ráðsmanninn. Hann ekki að tala að þetta sé svo frábært hjá honum og æðislegt. Og hrósar honum fyrir kænskuna, ekki hrósar honum, hann að segja benda þeim á, sjáðu hvað þessi maður hugsar vel hlutina. Þráttur hann sé að gera ranga og rangláta hluti, þá hann kænn og að pæla í hvernig það best að gera til þess að redda sér. Ok, ég segi þetta, ég kannski endurtaka þetta aðeins of oft. Hann ekki að hrósa óheiðarleika, ríkimaðurinn hrósar bara rangláta ráðsmanninum fyrir kænsku sína og Jesú dregur lexíu af því. Það vill bara svo til að það kannski hefur í okkar business lífi að menn hafa tekið þessa sögu aðeins of bókstaflega og haldið að hún væri til fordæmis réttlætanlega vöntun á siðferði í kænum viðskiptum, en svo ekki. Ég held að þetta sé meira svona lexía sem að Kristur leggur fyrir kirkjuna og segir, sjáið góðir, innan gæsalappa, businessmenn, þeir sýna meiri kænsku og áreiðni sinn business og leggja áætlanir og plana fram í tíman fyrir sjálfa sig. Ég held að þetta sé mjög óheiðalegt, heldur en það ákefð og svona plön sem að börn ljóssins gera til þess að koma sínu fagnaðarerindi á framfæri. Því að þeir oft kannski bara skamma sín fyrir að gera það sem að Kristur boðaði, á meðan fólk sem að gera kannski ósiðlegt athæfi, algjörlega bara drulla á aðra, það samt að leggja algjörlega kænsku og skamma sín ekkit fyrir það. Og uppskera því kannski bara fína fjárhæð tilbaka, en þóttir að mannverður sé kannski ekkit sérstaklega hátt lengur. Og hann segir, sjáiði, þetta fólk það leggur allt sem það getur og gáfur og tækifæri og plön til þess að gera sitt rangláta. Við getum kannski lært af því, ekki að gera rangláta hluti, en heldur hversu ákefð þetta fólk gerir sína röngu hluti. Getum við ekki haft sömu ákefð til þess að gera þeir rétt allavega. Þess að fyrir að skamma sín einskins. Því að þófurinn hann síst einskins. En við kristnir, fylgjendur Krist, þora vallastundum að fylgja fordæmi Krist, hvort sem það sé að prédika orð hans eða bara þjóna í anda hans. Í versi 9 segir Jesús síðan, húsbóndinn hrósaði rangláta ráðsmanninum, vers 9. Og ég segi yður, nú er Jesú að tala dæmisöguna, aflið ykkur vina með þennum rangláta mammon, svo að þeir taki við ykkur í eilífar tjaldbúðinni þegar honum sleppir. Ok. Pásum aðeins, þetta frekar furðulegt vers. Og ég átt að það ennþá, þetta svona, bæði þetta furðulegt og óþjált til þess að skilja vel. Vinir mammóns, þangað til að, svo þeir taki viður í eilífa tjaldbúðinni þegar honum, mammón sleppir. Já, þegar að hann fellur, þegar að hann líður undir lok og verður ekki meir. Leiðin til þess að leggja fjársjóð á himni, ef við segjum það, að nota peningandi góðs hér á jörðu fyrir ríki Krists, að gera gott með þým peningum þegar að peningani hverfa hið góða eftir. Eins og rangláti ráðsmaðurinn fann vini og samastað eftir á, þá segir hann, þú finnir vini og samastað á himnum eftir á, og nota heils okkar, hæfileika, áhrif okkar og peningandi góðs hér og nú á eins klókan hátt og unnt og eins bara hugviti og hægt fagnaðarerindi og öðrum til góðs, og þá kannski eins og hann, þá fáum við eitthvað á eftir á líka. Þetta hljómaði mjög rangt, sem ég sagði síðast, en þá svo þeir taki við ykkur í eilífa tjaldbúðinni tilbaka. Hann að segja fólki að vinna sér leiðina til himna með ranglátu athæfi? Nei, ég held við getum svona nokkuð meginn sagt okkur þegar þú lest Guðspjöllin og sjáir að ef eitthvað lítur út furðulega þá erum við kannski ekki að lesa hann og rétt frekar en að það sé algjörlega ekki anda alls sem annað hefur verið sagt. Ef við lesum Mattheus 25. kafla sem mjög svona svipaður, þar sem talað að hann gefur dæmisögur talentunar og menn fá talentur og þeir eiga að nota þær og þeir sem fekk 10, hann fjárfest og fekk meira og hann segir bara gott hjá þér, þú varst trúr í litlu, ég setið við meira, komdu inn í ríki mitt. Svo sem átti 5 fóru fjárfesti líka og notaði talentunar sínar, tíma sinn, tækifæri, hæfileika, peninga, hvað sem til góðs, hann hélt ekki eftir til sig.
Þessi sem átti eina möndu, hann bara geymdi hana hjá sér, hann þorði ekki að gera neitt, vildi bara halda í hana og hann segir, þú varst ekki trúr yfir því litla sem þú fékkst. Þetta svona voða kannski aðeins öðruvísi dæmisögur en það kenna svona voða svipaða hluti. En boðskapurinn sem að Kristur gaf var einmitt svona svolítið róttækur og róttækur. Við kannski temjum boðskapinn svolítið mikið stundum. Við sjáum ekki svona kannski þessa róttækur sem hann að segja, því að þegar við erum að tala þessa hluti þá ég ekki að segja hann einmitt bara, þú ert að nota þann pening sem þú hefur, allt góðs, gefðu allan peninginn til kirkjunar eða eitthvað álíka. Nei, ábyrgin á öllum lærisveinum, ekki bara kirkjunni, að fólk noti það sem það hefur, bæði fjármagn og áhrif og hæfileik og annað slíkt og gefa það ekki burtu til þess að firra þessi ábyrgð, heldur að það sjálft noti það til góðs, því að við öll sjálf þurfum að standa okkar reikningsskil líka. Að við séum að hugsa þá sem að bágt eiga sjálf. Við vonum ekki bara kannski að einhver annar geri það, kirkjan geri það eða ríki reddi þessu, heldur að ábygging sé líka hjá okkur að gera það sem gott er. Eins og ráðsmaðurinn rangláti þurfti að gera upp reikningsskil, þá segir í reikningunni að við munum öll þurfa að mæta fyrir dóm. Það sem að peningar þær verður ekki neitt og annað verður ekki neitt og allt hverfur, en þá mun það sem við höfum kannski skilja eftir okkur það sem við höfum gert og þau áhrif sem við höfum haft. Kannski þeir peningar sem við áttum og hefðu orðið fyrir góðs, maður hélt svona til hliðar að maður hélt að maður myndi eitthvað geta notað að gert eitthvað við það. Frekar að eiga kannski mörg hús eða endalaus frí eða eitt bara í svona eigin þægindi á meðan granninn á ekki mat á disk. Það oft það sem hann að segja. Þess vegna að segja það sé svolítið róttækt, það er svolítið erfitt að segja hvernig á ég að fylgja þessu. Þetta er svolítið, já, get ég gert þetta í raun og veru? Ég veit ekki hvernig þetta virkar 100%. Sumir hafa séð þetta og sagt já, bara skiptum þessu öllu rétt, deilum þessu öllu jafnt og náða að mynda svona frekar sjúklegt kerfi. Það sem algjörlega hreinn svona sósíalismi og allir að dreifa öllu jafnt. Fólk neitt til þess að gera þetta, það hefur ekki virkað sérstaklega vel. Á ég aldrei að fara í frí eða ferðalag og gefa hvern einasta þúsundkall sem fer ekki í matinn á borðið mitt? Ég veit ekki, nei, en að minnsta kosti á ég ekki að gera ekki neitt og hugsa bara, þetta reddast. Það er einhver sem reddar honum, ríki eða eitthvað líkna félag. Þetta er ekki persónulegt eitthvað með mér að gera eitthvað. Þáttur að Kristus segir oft í svona dæmisögum sínum, margar dæmisögur sem að fjalla alltaf þetta, að við notum okkar áhrif og okkar sem við höfum að gefa til þess að hjálpa. Og orðin, maður segir þetta, maður að hugsa þetta og lesa þetta og predika þetta og þau segir maður orðið mín sem ég segi, þeir náttúrulega segja voða lítið, heldur tala verkin miklu meira. Tekur sem hugsa, ég man eftir því það Albert Schweitzer maður sem var þekktur guðfræðingur og tónlistarmaður, hann var orgelleik og skrifa Bach og alls konar guðfræðibækur þegar hann fór þetta að lesa Guðspjöllin meira og þegar hann var að lesa dæmisöguna, eins og næstu dæmisögum, Ríkamanninn og Lasarus, þá sagði hann, nei, Ríkamanninn og Lasarus er voða svipuð saga, þú hefur bara þetta líf til að gera gott og getur ekki bætt upp það sem eftir er. Ríkamaðurinn er að reyna að bæta upp eitthvað eftir lífinu, nei, og ekki hjálpa þér núna eitthvað Lasarus. En dæmisagan er að segja, það er núna og hér sem þú hefur tækifæri til þess að gera það sem ég hef boðið þér að gera og ekki einhvern tímann seinna. Þú hefur þetta tækifæri til þess að gera og þjóna fyrir Krist. Og hann sagði, ég ætla bara, ég nenni sig ekki lengur. Ég ætla að fara, held ég sent á 30 aldri að læra læknisfræði og ákvað síðan að fara til Afríku og stofnaði þar sjúkrahús og vann þar í boðunarstarfi þar og bara við svona almenna líknar þjónustu. Þá sem maður, af því hann sagði, ég nenni ekki að tala þetta lengur, ég ætla bara að fara og gera eitthvað. Fólk sagði náttúrulega verið fyrir þetta maður sem er með frama og með stöðu við háskóla skuli gera eitthvað svona, þetta er ekki beint gott fyrir hann ef hann ætlar að setja stað einhvers staðar í ellinni og koma sér fyrir og svoleiðis, en þetta gerði hann og bara mest svona gott fordæmi og saga. En ég ætla aðeins að bara klára dæmisöguna því að það kemur fram í næstu versum aðeins eftir á í 10-13 svona aðeins meira sem Kristus segir sem að hjálpa okkur kannski að sjá hvað málið er hérna hjá honum. Vers 10.
Sá sem að trúr í því smæsta einnig trúr í miklu, og sá sem ótrúr í því smæsta ótrúr í miklu. Ef þið reynist ekki trúir í hinum rangláta mammon, hver trúir ykkur þá fyrir sönnum auði? Og ef þið reynist ekki trúir í því sem að annars hver gefur ykkur þá það sem að ykkar Enginn getur þjónað tveimur herrum, annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þið getið ekki þjóða Guði og mammon. Og mammon, sem hann nú bara notað inn á nokkur stöðum, einmitt bara eins og tákngervingurinn fyrir fjár eða peninga eða auð. Að vera trúr í því smæsta einnig að vera trúr í hinu mikla. Trúmennskan, hún ræðst ekki af stærðinnar. Að vera trúr yfir því að kenna, hvíldarskóla og gera það vel og sinna því, eða að vera trúr sem að sé bara safnaðarformaður, konfessformaður, bara takk sem dæmi eitthvað meina, kannski að vera trúr í einhverju kirkjustarfi, það alveg sama þótt eitt sé bara kannski nokkru tímar á vikum en hitt sé kannski fullt starf. Það trúmennskan og hvað liggur þar á baki sem skiptir máli, ekki hversu stór hún Hann segir, ef við erum ekki einu svona trúr með litla hluti eins og með mammon og peninga, hvað þá með sannanauð, með andlegan og eilíðan? Ef við erum óheiðarlega og svikur í okkar viðskiptum, þar að segja ekki trúið í minnsta, peningamálum, mun Guð þá treysta okkur fyrir andlegum verðmætum, fyrir einhverju stærra, áhrifum heilags anda eða einhverju svoleiðis miklu leyti, við getum ekki einu svona notað þetta litla til góðs. Síðan kemur þetta 12. vers sem ég verð að játa, ég svona velti fyrir mér og það ennþá kannski ekki alveg 100% skýrt fyrir mér. Og þér reynist ekki trúir í því sem að annars hver gefur ykkur þá það sem að ykkar Ef að veraldlegar eignir okkar eru annað sem við höfum að láni sem að ráðsmenn og bara hvað þá samt sem að tala það sem að okkar? Ef við erum ekki trúið við því sem einhver annar á, þá munum við ekki hver gefur ykkur þá það sem að ykkar En allavega, ef við erum ekki trúið því sem að okkur hefur fengið í hendunar, jörðina, áhrif, peninga, börnin okkar, hvað sem þá er það sönnun að við okkur ættum við að fá eitthvað stærra og meira en það og vera trú yfir því. Og það muni treysta okkur fyrir hennum eilífu efnum. Þetta svona eins og ég segi, fæ mig til að hugsa Mattheus 25 og dæmi sögn talentunar, því að þegar það búið þá segir hann Gott, þú góði og trúi þjón, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið muni setja þig, gakktu inn í fögnu herra þíns. Þannig að þetta litla sem hann að tala held ég að meina hér á jörðu, þegar hann trúfastur í því og segir hann komdu, ég mun setja þig yfir mun meiri hluti, gakktu inn í fögnu herra þíns. Enginn getur þjónað tveimur herrum, segir hann að lokum, getur ekki verið trúr Guði ef við þjónum honum ekki einum. Getum ekki þjóna Guði og mammon eða þjóna Guði og peningum, segir hann. Hjarta annarkvort tekið upp á Guði algjörlega eða heiminum algjörlega. Þessi svona 50-50 leið, hún kannski virkar, hún leiðir alltaf þá til mammons. Þeir bara fara ekki saman. Þetta eins og ef þið væru tveir svipaðir meistarar, bræður sem að innu saman, væri þetta kannski ekki vandamál, en ef þeir eru í andstöðu, þá það ekki hægt. Þetta svona eins og út í bara að horfa á Eurovision eða HM í fótbolta, hvað sem og þú kannski styður tvö lög, þú getur ekki viljað að bæði vinni því að það bara einn sem að vinnur og kannski munum við meira sér þeir sem að þú ert báður að styðja þurfa að vinna hvern annan. Aðeins einn fer með sigur á hólf, sama hér. Alveg svo í Mattheus 24, 6:24, þegar hann talar að leggja fjársjóð á himnu en ekki á jörðu þar sem að mölur og ryð eyða. Svona þá segir hann einmitt þetta og getur ekki þjónað tveimur þjónum. En jæja, börn heimsins sýna meiri visku og kænsku í því að þjóna sjálfum sér heldur en börn Guðs í að þjóna honum, virðist vera það sem hann segir með sinni dæmi sögu. Þegar að dauðinn kemur þá liðin stundin þar sem við hefðum getað gert gott með þeim sem við hefðum eða eigum, svo við ættum að gera það núna á meðan enn á lífi. Við erum að hugsa mitt oft núna og lifum bara fyrir daginn í dag og hugsa bara kannski okkur beint hér. Og ég held að sé ekki að segja ekki að lifa í núinu heldur einhvern tímann í framtíðinni, en að lifa einmitt núna með samt augun á framtíðina með því hvernig við gerum hlutina og meðan enn á lífi. Og það einmitt, ég las aðeins svona rétt fyrir í Christ Subject Lesson eftir Ellen White, þar sem hann svona aðeins að tala dæmisögunar.
Þetta athyglisvert, þá segir hún: það var aldrei áætlun Guðs að hin mikla eymd þessa heims væri útbreidd eins og hún er. Hann áætlaði aldrei að sumir ættu allsnægtir og lifðu lúxuslífi á meðan börn annarra syltu. Allt sem að við höfum fram yfir, það sem nauðsynlegt til lífs og viðurværis, okkur falið í hendur til þess að blessa mannkynið. Og síðan kemur punktur og fleiri vers, eins og seljið eigið og gefið ölmusu, Lúkas 12, verið ríkir að góðum verkum, örlátir fúsir að miðla öðrum, 1. Tímóteus 6:18. Þegar þú gerir veislu, þá bjóðu fátækum og örkumla, höldum og blindum, Lúkas 14. Og þegar þú ferðar mitt og lest útlesningun á þessari dæmisögu, þá fannst mér þetta vera að svipa og þetta ég var aðeins að nefna hér. Það er nefnilega ekki bara hjálpræðisherinn og hjálparstarf þjóðkirkjunnar sem á að svara þessu kalli, heldur kemur þetta líka til okkar allra sem að kristnir einstaklingar og aðventistar líka að svara þessu kalli Krist. Þó séum við sem ábyrg til þess að predika kannski sérstaklega boðskap til samfélagsins, þá ber okkur fyrst og fremst að svara þessu kalli Jesú og hugsa aðra hér og nú. Þetta aldrei eitthvað annað eða, heldur bara bæði. Og síðasta starf okkar held ég að verða ekki, og okkur sagt að predika boðskapinn heldur mun að vera í þjónustu við aðra þegar á líður, þegar predikunin líður undir rok. Og það verður kannski ekki sérstaklega auðvelt að gera það. Það mun alltaf vera samt hægt að þjóna eins og Kristur þjónaði. Það er mikil umræða, oft búin að vera núna í mörg árum, öll þessi bankasvindla í Bandaríkjunum og Íslandi alveg frá 2008 og oft svo flókið að ég skil það ekki, en bara fullt af fólki reddaði sér af vinum sínum og rík hvað sem að gerðist, þá allan maður veit maður það. Ég velti fyrir mig hvort ef Kristur hefði verið að segja dæmisöguna sína núna, hvort hann hefði ekki bara tekið það sem dæmi. Vel má vera að þetta dæmi sem hann tók sé eitthvað sem fólk þekkti. Suma dæmisögunar eru af einhverju sem að gerðist svona í raun og hann bara taka það sem dæmi eitthvað og reyna að segja við þá, ef við værum eins klók og duglegir að gera gott og þetta er duglegt hugsa sjálfa sig, þá myndu góðir hluti gerast. Hvernig sem við gerum það, hvort sem við gerum það hér og nú, í gegnum alfa eða adra eða meira okkur sjálf, þá veit ég allavega að það er þörf sem er alltaf til staðar. Að nota það nauð sem við höfum, allt, og það er ekki bara að tala um fjármuni heldur það sem við erum og eigum og gestnisni og áhrif annað slíkt, öðrum til góðs, því eins og hann segir, mammon mun hverfa, en ein eilífi fjársigur mun lifa áfram. Skulum lúta höfði bæn. Kæri Faðir, þökkum við fyrir orðið, þótt að stundum geti það verið torskili, það biðjum þeim að hjálpa okkur að eiga við það og glíma við það og sjá hvað það hefur að segja. Og meir en það, Faðir, ég biðjum að gefa okkur styrk og bara hugsjón til þess að lifa samkvæmt því. Ég biðjum að þú tali bara til samvisku okkar og segir okkur hvað þú viljir að við gerum og við þurfum ekki að bíða eftir einu gullpakki á himnum, en við sjáum þörf að við megum vita það að þú hefur boðið okkur að lifa samkvæmt þeirri þjónustu sem að þú sinntir hér á jörðu í nágrannanum, sem er hver sá sem að þarf á hjálpina að halda. Faðir, ég bið þess og óska þess að þú megir gefa okkur þinn anda til þess að sjá og styrk til þess að gera það og uppfylla þína boðunum að sinna náunganum hér á jörðu núna með því sem við höfum, Faðir. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen.